Velkomin í Stjörnuna. Við erum mætt hérna í Garðabæinn á æfingu, hádegisæfingu hjá Stjörnunni. Eina liðið sem á efni á því að æfa í hádeginu. En það er nóg til hérna í Garðabæinum. Nóg til og þeir vinna ekkert við neitt annað en bara að sækja þessa titla. Stjarnan sótti sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil eftir margra ára bið í fyrra og í gegnum tíðina þá hefur Stjarnan verið stútfull af stjörnum og stjörnuleikmönnum, en áður en við kynnum stjörnulífinu. Ég þarf reyndar ekkert að kynnast því. Ég lifi því. Við þurfum að kynnast því, en áður en við kynnum stjörnulífinu þá ætlum við að sjá hvernig er að vera Íslandsmeistari. Komum með okkur. Ef það er einhver sem má vera með stjörnustæla þá eru það stjörnustrákarnir. Þú ert basically á föstu með frænku minni. Já. Þannig við erum eiginlega fjölskylda. Við erum komin hérna niður á gólf þar sem að Íslandsmeistararnir æfa og spila. Við erum að stíga á nákvæmlega sama parkett, nákvæmlega sama gólf. Við erum hérna komnar með Einar formann. Velkomin Einar. En við erum líka með fallegustu sjónina hérna í íslenskum körfubolta. Þar sem að Stjarnan landaði þeim stærsta í fyrra. Hvenær tókstu við sem formaður og af hverju ákvaðstu að fara út í þetta gig? Herri, ég er bara búinn að vera rúmt 1,5 ár. Ég byrjaði fyrir síðasta tímabil þegar við unnum svo bikarinn. Þannig að þetta varst þú? Þetta var ég. Það var allt hann, Takk fyrir. og þú fékkst bara big win strax. Þannig að þú ert bara kóngurinn. Já. Hver er annars uppáhaldið þitt í liðinu? Ég held að ég ætla fyrst ég þarf að velja. Þá ætla ég að velja Ægi. Ok. Af því Ægir er líka fyrirliðinn, þannig að ef ég er ekstra góð við Ægi, þá smitast það yfirleitt í alla hina. Þannig að þú veist, það er Ægir. Ægir. En hver er uppáhalds áhorfandiðinn sem sest og horfir á leikina? Má segja þú. Það má. Þetta var líka eina rétta svari. Í fyrra þá var hún svona happa hjá okkur. Ég var, Já, er það ekki? jú. En hún var rosa dugleg og hún klappaði og... Hún postaði á Instagram Já. En víst að við erum hérna í Garðabænum, þá erum við með eina stutta spurningu. Þið eruð með rævalið, ekkert svo langt frá ykkur, Álftanes. Já. En þau fá viðurnefni Katalónía Garðabæjar. Af hverju? Og hver þið? Þið það Monaco í styrfyllu? Já, sko, það hefur verið satt að við séum Monaco. Við erum samt alveg vinir. Þið eru vinir? Já, það er alltaf skemmtilega leikir við mætumst, þannig að það er ekkert svona stríð. En við lítum okkur sem stórliði. Við erum Íslandsmeistarar. Hvernar eru að koma út? Svo er yfir, eftir það. Ok. Ég glemði því ekki. Þarf maður að kunna þetta til þess að vera partur á liðinu? Já. Þetta er brainbuilding, sko. Já, að gera tvennt í einu. Þetta er fókusur í fókus. En ég er kona, ég á að geta gert tvennt í einu. Þegar við fundum Hlyn, hann var inn á skrifstofunni. Hvað ert þú að gera hérna? Ertu að vinna hérna eða? Síðast þegar við sáum þig, þá varstu náttúrulega á vellinum í búning. Hérna erum við komin á aðeins annarri blaðsíðu. Já. Við byrjum kannski á því að Óskar til hamingju með titilinu fyrra. Þakka þér fyrir. Hvernig hafa þessar siðabreytingar verið? Bara nokkuð erfiðar skilur, en líka bara kannski komið tíma á það. En var ekki gaman að vinna seinasta sísoni sem þú spilaðir? Jú, þetta er bara svona fylgir mér inn í ellinu held ég bara. Já. Ég get bara haldið, það gleyma allir tapleikjunum. En víst þú minnist mitt á þetta enda á toppnum. Við fengum veður af þeim fréttum að þú vannst titilinn og fluttir síðan bara á Álftanesi. Já, er það illa séð það? Er það illa séð? Nei. Nei, við erum alltaf með eina hérna sem að fæddist á Álftanesi. Ég fæddist þeim hjá mér á Álftanesi, þannig... Það er einn af þeim fáum leikmönnum sem hefur spilað í 4 mismunandi áratugum. Takk fyrir að minna mig á það, frá 97 til 2025. Það er stórt. Við vorum ekki fæddar þá, 97. Nei, ég geti reddað okkur spólum ef þið vilja horfa á leikina. Já, takk. En allavega segðu okkur eitt Hlynur, ef þú gæti breytt einni reglu í körfubolta, hver væri hún? Ég myndi fyrstilega breyta nokkrum, ef ég ætti að velja eina, þá myndi ég losna við öll þessar endalausu endursýningar, þar sem að dómar eru að fara að skoða eitthvað í skjá. Ég myndi banna þeim að skoða hlutin í slow motion. Og þetta er því að hvorki lífið né körfubolti er í slow motion. Það er bara þannig. Ég ætla að mannleg mistök út um allt. Ég veit að það er erfitt stundum að sætta sig við það. Ég myndi ekki hvernig það verður eftir 50 ár. Hver verður þá dómari? Bara einhver gervigreindar út með þetta. Hvernig er framboðið að ganga hjá þér? Stórkostlega. Spennandi tímar framundan. Já, maður fær í frasana. Spennandi tíma framundan. Það var þetta skellur að ekki fengið neina atkvæði í þessari heimsókn. Við erum að vinna í því. Ég get alveg græði eitt atkvæði, sko. ESB, já eða nei? Ertu feimin? Ó, við þurfum að sýna skonna. Við þurfum að sýna skonna. Hvað er feimin? Akkur að hætti þessu bulli úr í sjónvarpinu í hverju einstu viku. Við erum búnar að finna Viktor og við erum búnar líka að neyða til þess að koma í viðtal til okkar. Við fengum þetta smá hjálp frá
Baldri, það þurfti að hóta honum að hann myndi ekki fá að spila meira ef hann kæmi ekki hingað. Þetta er grafalvarlegt. Þetta er feiminn, eða hvað er þetta? Ég elska athygli, sko, persónulega. Þú er líka mættir í athyglisjúkum skóm. Hann er bara hard to get. Herru, það var nokkrar spurningar, við ætlum að hætta að gera grín að þér. Hver er með ljótast búninginn í deildinni? Ljótustu búningarnir? That's a tough one. Just say it, you know it. Probably KR. IR. I don't like the stripes they have. Örugglega IR. Njarðvík. Nei, já, nei. Mitt svar. Nei. Ég hef ekki að segja Tindastóll. En hvað var það við Tindastóll? Er það liturinn? Nei, það er ekki liturinn. Það Er er það bara- bara rígurinn. Maður er bara að horfa svo ofta á hana búning. Ég skil það. Það liðsfélagarnir, þeir sögðu allir Álftanes. Já, ok, það er enda geggjaður punktur. Okay, I'm gonna go with the across the street neighbor. Álftanes. Maybe Álftanes. Fara ekki bara hérna yfir Álftanes. Það er svo stórt logo hérna framan á eitthvað. Þér finnst Two Guys ekki góðinlega. Álftanes. Ég veit ekki hvort þetta er Garðabæjarbíf sko, en þessi fjólublá litur eru of svona ferkantaðir. Ég veit ekki hvað það er eitthvað, það er einhverja núna í sumar, þeir eru komin í sumarfrí og þurfa aðeins að fara að skoða þetta aftur held ég. Álftanes. Ljóti litir og slæmt munstur. Álftanes þarf að fara að skoða aðeins sinn gang. Þau eru búin að fá nokkrar ábendingar inn á borð til sín. I think probably their own players would agree to that too. Við erum bæði úr Hafnarfirði, vorum saman í skóla. Way back. Hver er uppáhaldsmanneskinn sem var í Áslandsskóla? Ég myndi segja Arnar Gauti. Ok, skil. But what's your favorite Icelandic food? You know what I like? I think it's called bloodfiskur or something. Blokkfiskur. Plokkfiskur? Yeah, I love it. Do you eat plokkfiskur? No, I don't eat fish. I hate it. I have fish trauma. Hver er annars bara mest pirrandi andstæðingur? Bara óþolandi. Bara ert að djóka í mér. Mér langar bara heim. IR held ég, þeir eru alltaf óþolandi. There are plenty of them. Sigtryggur Arnar, þegar hann fyrir í gang. Einhvern sem er bara að tala mikið skít og eitthvað. Sko Janis talar ógeðslega mikið skít sko. Já, bara... Í mínu liði? Já, liðsfélagið. Probably me, if I had to say. Ég er að tala um þá stuðningsmennirnir, það er allir. Stuðningsmennirnir og svo er einhvern veginn, það leiðir út í liðið verður svona einhvern veginn, þú veist, þeir eru bara böggandi sko. Svolítið arrogant kannski. Já, ég skil. Breiðholtið. Já, gettóið sko. Já. Varst að slíta crossband um daginn? Já. Ég sleit einu sinni crossband. Já. Það er ógeðslega von. Já. Hvernig sleist þú það? Hvað varst að gera? Ég datt á bensínvespu. Og sleistu crossband? Og ég sleit crossband. Hún var nefnilega í boltanum. Ég var í boltanum sko, en... Ef það var ekki fyrir meiðsla, þá væri hún ennþá hérna úti. En hver er alltaf seinastur æfingu? Það er Seth Leday. Það er Seth Leday. Seth Leday because he always drinks a coffee before the practice. Seth? Maybe Seth Leday. Það er Seth sko. Seth Leday. Seth. I think we all agree, Seth Leday. Do you want us to answer it? I'm gonna say Aaron. Really? Because everyone said you. Baldur þarf bara að ljúga ef ekki byrjar hálftíma seinna, þá mætir hann bara hálftíma fyrir sko. Hvað er það vandræðalegasta sem hefur komið fyrir í leik? Í yngri landsliðum þá töpum við mútið Noregi, ég held að Íslandi hefur aldrei tapað mútið Noregi á öðru landsliðum. Og við töpum með 30, það var ekkert eðlilega vandræðalegt. Við fórum viðtalið til leikina, það er ekki gott sko. I have one big fear, basketball-wise, and it has happened twice in my life. Okay. And it's getting fouled on a three-point shot and missing all 3 free throws. Það var svona leikli og ég ætla að setjast og ég kippti og vart stólnum undan Janis. Og hann datt á gólfið og var alveg brjálaður. Talaði einhverja grísku og var alveg að skamma mig eftir leik líka. Við vorum að spila á undir 20 ára Evrópumóti og það var svona topp 10 highlightsin á mótinu og nummer 1 var verið að tróða yfir mig. En hei, þú varst samt í highlightinu. Já, ég var nummer 1. What's the funniest thing you've heard someone scream from the audience? I don't focus on the audience. Ég lendi einhvern tímann í fyrra að var einhver, hann byrjaði að tala um eitthvað, hann væri búinn að sofa hjá mér eða eitthvað. Hann þakkaði eitthvað fyrir gærkvöldið eða eitthvað. Sagði bara, that's my man. Oh, to be honest, I don't understand any words. It's like Pablo Fantastico, Pablo Magnifico. Something like that. Pablo Fantastico. Nei, ég þegi alveg, ég segi ekki neitt sko. Á ég byrja að vera í stúkunni og vera bara að öskra, that's my man. Ég veit ekki hvort að það væri að trufla eða hvort það væri að gefa manneskinu boost. Það er aðeins öðru sem einhver 50 kallmaður segir þetta og síðan... Svo bara gugga í gúmmi að segja þetta. Það er alltaf mikið sko þegið þannig dvergurinn. Vildur þess vegna vera á hjólinu? Já, sterkara fyrir mig Já. sko. Það er basically sagt allt í úrslitakeppninni. Hún var hérna inn á í fyrra ef þú mistir af henni. Ég var kortsætt sko. Já, við mistum ekkert af því. Fórstu að mótmæla kílómetragjaldinu? Nei, ég fór ekki að gera það. Garðabærin, það er nóg til nefnilega hérna. Já. Beilum er að flokka þig.
Baldur, þjálfari Stjörnunnar, er komin hérna til okkar. Velkomin Baldur. Takk. Þú ert búinn að vera þjálfari Stjörnunnar núna annað tímabilið. Þannig að þú ert búinn að vera hérna í Garðabænum í allavega 1 ár. Já, 1,5. 1 ár? 2 ár nánast. Hvernig er það búið að vera? Þú verslar alfarið núna bara í Hagkaup og svona, ekki? Nei, ég versla bara í Bónus hérna á Garðatorgi. Hann er humble king. Þú ert þekktur fyrir að vera alveg vókal þjálfari. Þú lætur alveg heyra ef þið eigið það skilið. Hvern þarf það að skamma mest? Seth, held ég. Seth og Janis. Er það körfubolta, tengt skamm eða? Bara allsherjar skamm. En hver er svona mest pirrandi andstæðingur til að mætast? Það er náttúrulega rétta svarið, svona keppnislega er enginn, skilur. En við viljum góða svarið, þetta sem stingur, þetta sem fer í fréttirnar. Það er bara samt sko þessar típur af leikmönnum sem að eru bara að keppa að fullum krafti og halda fókus alltaf. Annars er ekkert challenge fyrir Íslandsmeistarana. Það er það sem hann er að reyna að segja. Þið unnið fyrir það. Já. Manstu eitthvað eftir þessu? Herru, ég man ekki eftir þessu. Þetta er átó, við erum að lyfta bikarnum saman. Þetta er þetta geggjað vídeó. Þú baðst mig mynd. Íslandsmeistarinn bað Guggu mynd. Bað mig mynd. Hver tók upp veskið? Á átó. Hvað var þetta há uppæð? Nei. Ég allavega nautast, takk fyrir mig. Þetta var enn svo illa að mér að bakka aðeins. Svo ég er í smá hættu í kringum ykkur með þessa bolta. Oh my god, ég er að svitna, ég er svo stressuð. Ég getur smá njóka. Gleymdu þessu bara. Þú verður bara að æfa þig sjálf. Can you spin the ball on your finger? Getur þú spinnað þessum bolta á einum pitta? And a little bit, let me see. Got a little bit. Herðu, þetta er boltinn, ja. Herru, easy. Hann heldur áfram. Hann heldur áfram. I'm not great at it. Nei, ok, það er góð. Þarna kom þetta. Ég haf smá rusty. Getur þú fært hann yfir? Herru. You got the spray tan on your hand. I don't want to mess it up. Okay, calling me out. Á meðan hann er að hjóla með sér líka. Skallagrímur Valur 97, ég á hann á skóla heima, ef vilju. Er skallagrímur ennþá þing? Auðvitað. Er það? Skallagrímur. Eru þeir ennþá þing? Auðvitað eru ennþá þing. Ég hef aldrei heyrt það. Bara biðið mitt fólki í borgarins afsökunar á þessu. Ég ber ekki ábyrgð á þessu. Það var ekki komað. Þú veist, þetta er þegar leiðinni norður. Þetta er leiðinni norður, það er hérna... Já, maður stoppar að borða hana. Það er einn sem maður gerir. Ok. Vá, ég er búin að vera inn í Garðabænum í 10 mínútur max og mér finnst eins og lánshæfismatið mitt er strax farið upp. Best að kíkja á kreditinn.